Svona. Þetta verður þá seinni fyrirlestur 14. október. Við erum alltaf bara að tala hvað fall verður að vera. Fall. Við viljum að fall sé svona. Hér höfum við x-ið, köllum það núna t, til þess að minna okkur á það að tíminn hefur þessi eiginleika, hann bara líður. Hann stoppar ekki. Það er sagt á einum stað í Biblíunni að hann hafi stoppað. Þá voru Ísraelsmenn að berja á Filistíum. Þá stoppaði Guð tímann smá stund. Það er eina skipti sem ég veit um. Svo líður tíminn áfram. Og ef við höfum hér einhverja mælingu, sem bara hérna við tíma 0, þá höfum við einhverja leið til þess að mæla einhvern uppsilon. Það getur bara verið einhver tala, 5, kannski er það fjarlægð, einhvers hlutar frá einhverjum öðrum hlut. Það er alltaf einhver ákveðin tala. Og hér séum við að tíminn byrja að líða og svo skráum við að tíminn er með 0 og þessi mæling okkar í 0. Og svo líður tíminn. Alltaf ef við breytum ekki skráningunni, þá verðum við alltaf að skrá hnýtin rétt. Hérna kannski tíminn með 3. Þá höfum við hér hnýtið, y, 3, sem svarar til tímamælingunum með 3. Og svo t, númer 3. Og ef við viljum allir gera þetta eins, þá eigum við að skrá tímamælinguna fyrst. Og þá breyta hann á undan. Þessi stýrireglu, tíminn stýrireglu, og áfram líður þetta. Og ef þetta er nú kannski bara fluga sem er sofandi einhvers staðar, hreyfir sig ekkert. Við erum að mæla hvað hann er langt frá einhverjum blómavasa sem er í glugganum. Alltaf í fjarlægðinni 5 cm frá honum. Nú þá breytist ekki hér neitt. Hér kannski á 10. tímamælingu höfum við áfram hnýtt af þessari gerð. Þannig að bein lína í skilningi falla er eitthvað sem breytist ekki. Og þetta passar ágætlega við það sem við viljum að deildum gefa okkur. Við erum að mæla hvernig breytist y með tillit til tíma. Ekki neitt. Og það getur ofta þetta er tími. Og hátímanum í 0. veldi svona. Og ef við notum hálfhæppuformúlurnar þá ætti veldisvísirinn að koma hér fram fyrir. 0 sinnum 5 sinnum tíminn í mínus 1. Ef það veldi lækkar, svo það er 0 sinnum eitthvað. Svona, þannig þetta gengur ágætlega fyrir sig. Og til þess að ákveða hvað er fall og hvað er ekki fall, þá sendum við lóðlínu hérna frá tímamælingunni. Alltaf í ferilinn sem við fáum, sendum lóðlínur. Og ef við erum að skoða feril, ef við skulum segja núna flugan vakni, við gerum þá bara nýja mynd. Þetta er tíminn. Nú komum við svona nýja mælingar. Svo er bara flugan vakni hérna. Og hún færir sig aðeins frá vasanum hérna. Þetta er lengra frá blómavasanum. Og svo er hann eitthvað vöngu og færist nær. Og við skráum þetta alltaf. Tíminn líður. Hann er vaxandi brun af tölum sem að verða alltaf stækkandi og stækkandi. Og svo getum við tengt þessa atburði sem við sjáum, þetta háttala fluguna, svo sofnar hún kannski aftur.
þetta háttalega flugunar með línuritið sem við köllum graf. Og þegar við tökum punktana niður, þá engin ástæða til þess að gera annað heldur en að setja beina línur í byrjun. Ef við hefðum tekið kannski fleiri og þéttari mælingar, þá gæti vel verið, maður bara veit ekki það. Þegar maður skráði það, kannski var ferillinn einhvern veginn samfelldur. Og svo hérna sofnaði hann aftur. En það getur bara verið fyrir einhverja mælingu, tiltekna mælingu nú með TK. Það getur við mælt. Hvað var á langt frá blómavasanum? Já, aðeins lengur frá heldur en var með í byrjun. En þetta skilgreinir nákvæmlega það sem við viljum að sé fall. Fyrir hvern einn tímaatburð getur bara verið einskynsamleg mæling. Þess vegna getum við ekki litið á svona graf sem fall. Í skilningi falla þetta ónáttúrulegt. Því að þetta væri til dæmis flugan, við varum að mæla hér klukkan T og sendum lóðlínu, þá myndi þetta þýða skilningi falla að flugan hefði verið á 3 stöðum samtímis. Og það getur vel verið að það sé hægt. En þá lýsir þessi ferill ekki falli. Það bara það sem okkur nægir. Þetta myndum við segja var í fall. Þetta myndum við segja var í fall. Þetta einhver ferill. En þetta ekki fall. Það þetta sem við viljum að fall sé. Þetta það sem fall er. Það að segja, svo þarf maður alltaf að vera aðeins nákvæmari þegar hlutirnir flækjast. En þetta segjum við, til dæmis fall, Epsilon gefið með einhverju formúlu sem við getum fundið fyrir hvern punkt hér, eða vonandi, eða skoðstu nálgunar formúlu. Og við segjum að þetta sé fall af einni raunbreytu. Og það kemur út einhver rauntala, bara einhver hæðarmæling. Þannig að þetta hér raungilt fall af einni raunbreytu. Auðvitað þetta mæra margt annað í leiðinni. En við hefðum náttúrulega mælt ekki bara hvað flugan langt frá blómavasanum, heldur eitthvað annað sem tengist flugunni, hvað sem það getur nú verið. Þá getum við að skrá það. Og geymt þær mælingar að við erum kannski á öðrum ás. Kannski hefur við viljað ekki bara skrá á sama tíma, þá myndum við kannski fá eitthvað meira, yfirgilt fall. Þetta væri þá hæðin og þetta væri eitthvað annað. Hún spurði manni hvert sem hittum hana hvernig líður þér og hún segir bara já, vel, eða illa, eða segir það ekki eitthvað svona. Þá getum við alltaf, getum við fengið 3 svör hér, getum síðan skráð það og tengt síðan einhvern samfelldum fleti hér á milli punkta og þá fáum við einhverja bylgjur. Þannig getum við farið að álykta það hvað flugunni líður vel í tiltekinni fjarlægð frá ákveðnum blómavasa. Þetta allt í alvörunni. Og þetta sem kannski sagt í gamansömmum tón. En svona búum okkur til fræðin með mælingum. Og þá erum við búin að negla svolítið niður hvað fall og þegar við erum búin að segja hvað fall þá viljum við oft náttúrulega leysa jöfnur
Það er þetta hérna sem við áhuga á, allt í lagi. Ef mér nú gefin ykkur tala og formúla á einhverjum, nú ætlum ég að nota x-ið eins og venju er vant. X-ið viljum líka að það sé svona vaxandi runa. Við sjá okkur. Við skilningi falla allavega. Þá viljum við geta fundið hvað x-ið er. Bara með því að reikna. Stundum fáum við margar útkomur hér. Fyrir ykkur byggt uppsilon eins og við sáum hérna. Það er nú beðin. Við erum nú beðin að finna ef við segjum nú að við tökum þessa hæð hér, segjum uppsilon jafnt og f af x fyrir eitthvað, þá fáum við einhverja tölu sem gefur þessa hæð. En þá þurfum við ofta að passa okkar. Ef við stingum þessum 3 x-um sem að fylgja þessari lóðlínu hingað niður, þá geta þær aftur gefið 3 niðurstöður. Við höfum svo sem séð þetta. Við fáum fall sem að lítur svona út. Uppsilon í öðru er jafnt og x. Svo stingum við bara í punktum og reynum að skjóta á hvernig fallið þetta lítur út. Einhvern veginn svona. Og við spyrjum allt í lagi, hvað er x-ið þegar uppsilon er 4? Það er kannski ekki erfitt. Við segjum bara. Þetta teikna þess meira. Segjum frekar uppsilon er 2. Eða, hvað er x-ið þegar uppsilon er 2? Og þá sendum við hér lóðlínu frá í-ásnum og svo lóðlínu hér. Og við segjum allt í lagi að uppsilon er 2 og þá er uppsilon í öðru, það er 4 jafnt og x. Og ef spyrjum hér, ef uppsilon er -2, þá setjum við -2 í annað veldi og svo fáum þá 4 jafnt og x. Og við gleymum okkur stund og segjum, já, kannski er þetta bara fall, þetta hér, sem það ekki er. Og segjum allt í lagi. Hvað er uppsilon hvað er uppsilon? Hver er mælingin? Þá segir formúlan, setja náttúrulega x. Hér inn. Og þá erum við einhvern veginn að svara þeirri spurningu, allt í lagi, ég fæ eitthvað uppsilon. Og uppsilon í öðru þarf að vera 4. En við sjáum það bara hér á myndinni að uppsilon getur verið -2 líka. En þetta er ekki fall. Og þess vegna förum við oft að leið í skilningi falla að við segjum hvora greinin við erum að meina. Og þá veljum við grein af falli. Það sem það er, já, sem stranglega vaxandi. Eða stranglega minnkandi, eftir því hvort við viljum. Allavega veljum við þá grein á ferli sem er þannig að sérhver lóðlína dregin frá ás skeri aldrei oftar heldur en einu sinni. Svona. Þannig að við rifjum þá bara þessi hérna hugtök. Ég held að þetta sé bara erfiðasta í fyrirlestinum, það er þessi upprifjun. Annað er bara að ganga á röðina og framkvæma. En það er næsta
sýnidæmi til að koma hér að. Við ætlum að reyna að negla svolítið niður hvað gagntækt fall er. Síðar, bara, svo ég taki það aftur fram, munum við skoða það miklu ítarlegar. Og í þessari skilgreiningu hér, þá er þetta stóra X, það er rauntalna lína sem er lögð á X-ásinn og stóra Y er rauntalna lína sem er lögð á Y-ásinn, þar sem allar mælingar fara fram. Og skilgreining á raungildu falli, það þýðir raungildin, það sem kemur út úr fallinu, erum alltaf í ásnum, já. Raungild fall af einni raunbreytu, eða einni breytistærð. Vörpun almennt er bara einhver formúla. Frá A, sem er þá kannski einhvern bil á X-ásnum. Og það varpast hérna inn í eitthvað bil, skip ég á jösnum. Það er fall frá A til B, segjum við, ef hver lóðlína sem sker A, sker graf. Kallað línuritt líka, punktaritt eða samfellda feril, það fyrir allt eftir hvað við erum að mæla. Í mesta lagi einu punkti. Og graf, fals getur, það þarf ekki endilega að vera einhver samfelld lína. Fíntir, við erum búin að negla hvað fall er, það er alltaf sama hugmyndin hjá okkur, minnstu kosti raungilt fall af einni breytistærð. Og svo táknum við þetta svona þegar við höfum formúluna eða lýsinguna fallinu frá einu rauntalnamingi sem við mælum á láréttumás yfir í eitthvað annað rauntalnamingi eða rauntalnakerfi sem við mælum á lóðréttumás. Og það er sagt að vera átækt ef að við grípum hér einhvers staðar á Y-ásinn og sendum lóðlínu frá honum. Þá hittum við aldrei ferilinn, við skerum aldrei þennan feril. Og ef við skrifum þetta á tungumáli stærðfræðinnar, þá er fallið sagt að vera átækt ef fyrir sérhvert B úr B hérna, er til að minnsta kosti 1A úr A, þannig að B fáist með þess að A inn í formúluna. Og þá skiptir öllu máli að svara því hvað er B. Í þessu dæmi hérna, ef að B er til dæmis svona talnamingi, 0 má vera með og síðan allar tölur stærri 0. Það segir að við verðum að skera þessa línu. Við verðum að vera hér fyrir ofan 0. Og þá er alltaf til að minnsta kosti 1A. Ef A er þetta A, þá þetta mínus A. Og þá er stóra A hér einhvers staðar. Þannig ef að þetta B í skilgreiningunni er valið svona, þá bara taka í ákveða tölur hér. En þá er þetta fall hér átækt. Ef að B hefði nú verið aðeins öðruvísi, sem átaka -2 og síðan upp í 7, þá vorum við að velja eitthvað. Þetta getur -2 verið. Þessari mynd, -2. Og svo hérna eitthvað upp í 7. Og ef við veljum línun okkar
sem að sker í oxin hérna einhvers staðar, þá getum við aldrei fundið, þá getum við aldrei skorið svona feril. Hann liggur hérna allar fyrir ofan. Þá er þið fall frá A til þessa B. Það er ekki átækt. Það tekur ekki á ferlinu. Þegar við erum að forrita og svona, þá erum við ofta ekki að velta þessu fyrir okkur vegna þess að útkomumengið eru bara tölurnar sem kom út úr einhverju formúlu. Þannig við getum bara kíkt, já númer hvað er þetta stak í útkomuvegrinum og get ég ekki fundið x-ið sem gaf það, eða I. Þannig að þetta er engin stór kunst í forritun, en við þurfum að gæta okkur svolítið þegar við þurfum að reikna. Og hvað þýðir að fall sé eintakt? Já, það þýðir að grafið verður einhvern veginn að vera alltaf með einn halla, það verður ein halla. Og við tengjum þetta er graf því að ef við veljum einhverja tölur, x1 og x2 og einhverja 2 tímamælingar, svona, og senda þær upp. Ef það er örugt að þetta er ekki það sama, þá má útkoman ekki vera svo sama. Í þessu hérna dæmi, ef við ætlum að spyrja að því hvort, við talum þetta bara mjög óformlega, ef við ætlum að spyrja að því hvort að grunnfleiðboginn sé eintakt fall. Hann er átækt fall ef að formengið er svona. Eða kannski svona. En ekki ef að vinstri endapunktur liggur fyrir neðan x-axis. En er þetta fall eintakt? Og það er eintakt ef það er á hreinu að 2 mismunandi x, eins og hér er x1 og hér kannski x0, eða kannski við númurum x1 og x2. Ef þau varpast aldrei í sömu hæð, þá er fall eintakt. En það gerist nákvæmlega hér. Ef við setjum til dæmis -1, þá fáum við 1 fyrir þessu hæð. En við fáum nákvæmlega sömu hæð ef við setjum 1 inn. Þannig að þetta fall hér er ekki átækt. Og andhverfa þess, ef við myndum leysa þessa jöfnu, verður að líta einhvern veginn svona út öll. Og við getum bara lýst allri andhverfunni með 2 föllum. Þetta er rótin af x, hin greinin, mínus rótin af x. Og þetta hér, sem við sjáum, þessi ferill allur, er ekki fall. En fall sem er bæði eintakt og átakt er sagt vera gagntakt. Það þýðir að við setjum hérna formúluna, þá gefur hún bara eina niðurstöðu, eina og aðeins eina. Ef við ekki að taka smá kaffi? Kaffi. Gott. Jæja, allir búin að leta sig. Já, og fersk og endurnærð. Já. Þá er búið að drekka úr þessum kaffibolla.
Og þá skulum við hafa nokkur orð andhverfanleg föll. Síðan þurfum við að sjá hvernig í ósköpunum við getum litið til dæmis á kósinus og sínus sem föll. Þau eru einhvern veginn búin til á hring. Það er einhvern veginn tímahugmyndin. En byrjum á þessu. Nokkur orð andhverfanleg föll. Og við höfum náttúrulega þessa analógíu hér. Við erum með margföldunar hlutleysur og samlækningar hlutleysur í talnareikningi. Og þetta hérna fall sem er kallað bara ID-fallið. Það fer frá einu mengi inn í sjálft sig. Það er fall, það er fallið sem að skilur aftur því sem að setja inn í það. Við þekkjum alveg svona fall til dæmis. Það er svo svona jafnt og x. Þannig að þetta er eiginlega hlutleysufallið. Og svo bara eins og venju vant, við setjum x inn í einhverja formúlu og út kemur eitthvað y sem við mælum hér. Og x sem við tekið hérna. Og þá höfum við kannski og kannski ekki séð þetta táknumál sem er bara kallað samskeyting. Og við lesum þetta f bolla x. Það er bara f af x. Hvað kemur ef við setjum x inn í f? Alltaf þessa átt. Og ef við ætlum að nota svona táknmál þá er það náttúrulega hlutleysufallið. Ef x er skeytt við hlutleysufallið þá fáum við bara x. Og líka ef við erum búin að fá út einhverja tölu með að setja x inn í eitthvað fall, þá getum við vel verið að þurfum að nota þá tölu og setja inn í annað fall, fá þá nýtt fallgildi. Og svo ef við rekjum það sem við gerðum, þá tókum við x, settum inn í f, svo settum við f af x inn í g. Og síðustu jöfnum að þá lesa svona, x sett inn í f og f sett inn í g. Og þá sjáum við, hér er eitthvað samskeyting. Þetta eru heildaráhrifin. Þetta eru heildarfallið sem að x er sett inn. Og þetta að gera þetta verður svokölluð samskeyting falla. Og þetta er þá aðgerðatáknið fyrir samskeytingu. Og þetta er tengin aðgerð. Þetta er nýtt fall. G bolla f er þetta lesið. Þá skiptir ekki máli hvort við gerum þetta fyrst og setjum það inn í G eða hvort að við setjum þetta inn í heildarfallið. G bolla f. Svigasetningi skiptir ekki máli þarna. Þegar við sjáum eitthvað svona, þá þýðir það bara að við setjum x inn í f og f inn í g. Já, f af x er x mínus 1 og g af x er kannski x í öðru. Þá er g af f af x. Það er g af, hvað er f af x? Það er x mínus 1. Og hvað gerir g? Það setur það sem maður setur inn í annarhaldi, x mínus 1 í öðru. En þetta er dæmi samskeytingu falla. Og nákvæmlega sömu reglur gilda fyrir fylki. Við getum búið til 9 og 9 línulega föll með fylkja margföldun. Og það er mjög þægilegt ef að fall er andhverfulegt, það er að segja að við finnum f í mínus fyrsta andhverfuformúluna, þá fáum við 1 ótvírætt svar. Og það sem við gerum hér með táknmáli, og náttúrulega undirskilið er fullt af reikningum hér, að baki, leysa jöfnur. Ef við setjum x inn í einhverja formúlu, út kemur y, og við getum fundið aðgerðina sem að vegur upp á móti f, andhverfuna, og setjum y inn í hana, þá er y náttúrulega f af x,
Og svo að því að þessi bollu aðgerði tengin, þá getur við tekið það fyrst. Þess að skilgreiningu er þetta hlutlausu aðgerði. Svoleiðis ef við bollum y og x saman, þá fáum við bara það sem við erum að leita. Við erum bara að leysa jöfnu. Og x-ið er þá nákvæmlega hér. Og þá fáum við að þægilega reglu sem við notum síðan líka í fylkjónum að við skeytum saman andhverfilegt fall, þá fáum við andhverfilegt fall. Það er sett, f og g er andhverfilegt fall, það þýðir að g mínus fyrsta er til og f mínus fyrsta er til. Það er samskeytingin, eða samsetning hvatana kallað líka, andhverfilegt fall. Og hún verður að vera, gera þetta sem sagt í öfri röð. Og þá nota ég aftur þessa samlíkingu að fyrst var maður á skónum og svo sokkunum. En kannski þetta hér. Og svo þegar við, gerum þetta í hinn áttina, þá þurfum við fyrst að fara í sokkana og svo í skóna. Þetta er það sem ég gert fyrst og þetta og eftir. Þetta er það sem ég gert fyrst og þetta svo. Þurfum að setja inn í föll. Og þetta verður alltaf að gilda föll sem eru andhverfarlega allt í lagi. Ef við erum með andhverfuna og bollum hana við það sem var gett upphafi, að fá hlutleysu aðgerðina, en líka öfugt. Við erum að leysa jöfnur. Ef við erum með eitthvað fall og beitum hlutleysu aðgerðina á það, þá fáum við. Ef við höfum eitthvað fall H og beitum andhverfuna á H, þá fáum við hlutleysu aðgerðina. Þetta verður alltaf að gerast og við verðum að fá þessa hærlið, hlutleysu aðgerðina. Og ef við notum þetta og þetta, þá verðum við að setja það hér inn og þetta kemur út í hvoru tilviki fyrir sig. Það er voða einfalt. Ég sleppi því að tala um hvaðan x-in koma, ég er bara að líta á H og andhverfu H sem föll. Það er auðvitað skilgreind á einhverjum talnamengjum, það er eitthvað sem maður setur inn í þau. En H er g-póla f. Og andhverfa H er, andhverfa f, bollað við andhverfu g. Öfugt við það sem við sjáum hér. En svo af því að þessi bollu aðgerði tengin, þá getum við sett svígana hér. Þá gerum við það hérna. En þetta er hlutleysu aðgerðin. Og þetta hér er bara hlutleysu aðgerðin, þetta hér er bara andhverfan. Og það er komin hingað. En þetta hér, af því að svona skilgreiningu, er þetta eitthvað sem við hvort annað upp og sjáum þá að við höfum hlutleysu aðgerðina. Og nákvæmlega sama hér. Þetta er bara aðeins færri skref. Og hvernig er gott að hafa gagntæk föll? Við skulum aðeins rifja upp að fyrir það fyrsta er þessi fullyrðing bara svona kannski almenn vitneskja um það um fjöldatölur. En stundum höfum við föll sem er með sérstaklega í forritun sem er með óþægilegt formengi. Það getur verið þægilegt að vita eða að við getum víxlað hugmyndinni. Þetta getur verið mikið þægilegra formengi fyrir forritun. Og fyrst byrjum við á þessari athugun. Heiltölur eru teljanlega óvandalega margar. Hvað á þetta eiginlega þýða? Við erum alltaf talningum. Það er alltaf að halda áfram að telja. Og þar með kemur þetta hugtak fjöldatala. Fjöldatala talningana 1, 2, 3, 4, 5 og svo framvegis. Það er kallað teljanlegur óvandaleggi. Það er bara að vera að reyna að festa einhvern veginn þessu hugmynd að ef við komum við 1.000.000, þá getum við sagt daginn eftir 1.000.001. Og þetta á að tákna fjöldatala talninga er ekki endanleg. Og þetta er oft kallað mengi, þó það sé kannski eðlilegra að kalla einhvern veginn talnakerfi. Það eru sem sagt óendanlega margar ólíkar tölur hér. Og þetta er minnsti óendanleikinn, það er ekki til minni óendanleiki heldur en sá sem er teljanlegur. Og
ég hef nú kannski ekki átt að skrifa þetta, vonandi er uppgrætt ekki neitt, en þetta er kallað Alef 0 í svona fræðunum þegar við komum seinna. Þetta er bókstafur úr hebreikastafnum. Svo til Alef 1 og Alef 2. Það eru svona stærri óendanleikar. Við skoðum þetta betur síðan. En í þessum skilningi eru heiltölurnar ekki fleiri heldur en talningarnar. Manni finnst það voða skrítið svona fyrst, því að ef við horfum á þetta sem mengi, seta, þá inniheldur það alltaf talningar. Og við getum fundið tölu hér, hérna, í setu, til dæmis -1 er heiltala, en hún er ekki hérna. Þannig að fljótt að liti getur maður haldið að það var að minnsta kosti tvisvar fleiri tölur hér heldur en heiltölurnar, þegar mínustölurnar eru þar, eru minnsta kosti ekki helmingi fleiri, segja tvöfalt fleiri heldur en þessar tölur hér. Það er þetta sem er skrýtna við óendanleikana. Það geta ekki verið fleiri þessar tölur heldur en þessar. Það gerum við með því að búa til gagnstætt fall. Sem sagt, við tökum tölu hér og þá ég ætla með sér 0 ef x-in eru heiltölurnar. Ef x er 0, þá segjum við allt í lagi. Látum það svara til talninga númer 1. Og -1, hvað er að gera við -1? Við látum það vera talningu númer 2, svara til hennar. Og 1 verður talningu númer 3, -2 verður talningu númer 4, 2 verður talningu númer 5, -3 í heiltölunum verður númer 6 og svo framvegis. Þannig að við getum búið til formúlu sem er gagntæk. Hér er það myndræn framsetning af því. Hérna pörum við saman og þar alveg á segjum að þetta er gagntækt fall. Áður en ég held áfram, einhverjar spurningar um þetta? Hún eru heiltölurnar orðnar inntaksruna og hún skilar ef ég set þetta inn samkvæmt þessari forskrift sem þið þurfið þá kannski að nota skilyrðissetningar eða forsendustýringu eða við ætlum að teikna þetta upp. Nota if og kannski else if eða if og else. Og þá er þetta óþægileg inntaksruna. Það er að setja einhvern veginn þetta á skipulegan hátt inn, það er svo sem alveg hægt. En þetta hér er talningarunan. Það er miklu betra að setja þetta inn og fá þetta út. Og það er það sem að þetta verður að þýða. Er alltaf hægt fyrir sérhverja gefna heiltölu að finna ótvíræða talningu svara til hennar. Og hún má ekki varpast í neitt annað númer. Það eru orðum með þetta telli heiltölunar. Það þýðir til gagntækt fall frá mengitalninga til heiltalana. Og þetta er lýsingin. Hér notum við, hér breytum við sem sagt mínustölu. Hér breytum við mínustölunum í hérna sléttatölu en jákvæðu heiltölunum í oddatölu. Og talningarnar eru nefnilega sléttatölur og oddatölur svo lesa. Við þekkjum allt mengi talninga. Svo getum við bara prófað allt í lagi, heiltala númer eða heiltalan -316. Hvaða númer fær hún? Þá fær maður í forskriftinni að hún verður númer 630. Já, tvöfalda og það er mínus í formúlu og þá fær 630. Til lagi. Og þetta fall hérna, þessi formúla sem er gefið núna í 3
Við gefum skilyrt þremur liðum. Það akkurat svona if og else skipanir í forritun. Þá myndum mikið frekar vilja vinna með andhverfuna og setja inn talningarunina og fá út heildarinnar. Og það skiladæmi sem ég hygg að sé kannski erfiðast í þessu. Og kannski ekki. Þessi formúla hér, hún ekki heppileg í forritun að fara héðan og hingað, fara í þessa átt alltaf. En að fara í þessa átt auðvelt. Þannig hvernig getum við skrifað þetta sem, já, fyrst x jafnt og f- fyrst af y. Svona myndum við gera þetta í línulegri algebru, en að því við viljum að óháðabreytan sé á x-ásnum, þá teiknum við myndina svona að öfsulan f- af x. Víxlum á x og y til þess að setja þetta upp. Þannig við sjáum alltaf það sem gerist á x-ásnum vaxa í skilningi falla. Og það bara það sem verið að segja frá hér. Svo vitið náttúrulega gott að reikna rétt ef að þið fáið þetta hér. Þið þurfum ekki að teikna þessa mynd. En hún þá lítið einhvern veginn svona út. Nú, annað hér, kannski bara gefa okkur annan fyrirlestur í það, að rifja upp bara áfram tilteknar skilgreiningar úr skriftunum sem var í MATLAB-heftinu og halda áfram. Eina sem við þurfum að vita tvinntölur enn sem komið að það bara tala, tvintala tala á þessu formi. Þetta ykkur rauntala og þetta ykkur rauntala og hvað y? Y virki. Svo það sem að y gerir við tölu, ef hér það sem ykkur raunás, það kannski bara x-ásinn. Hér lóðrita línan x samt og 0 að við setjum þessa tölu hér, b, og við margfaldum hana með y og reisist hún hér upp. Þannig að nota tvinntölur verður að vera nákvæmlega sama og nota vigra. Þannig að það eiginlega allt og sumt. Talan a þá, hún fyrr hitt a og kannski hér b. Þetta hér talan a plus y b. Og það þetta að reikna lengdinnar með reglu Pýþagórasar og svo framvegis. En þessar tvinntölurnar og hafa umfram vigra að það ákveðlega þægilegt að vinna með þessum tölur líka. Þær eru bæði vigrar og tölur. Þannig að a plus y b, og margfalda þetta tvennt saman til dæmis, þá þetta bara gömlu góða reglurnar. A sinnum a a í öðru. Svo getum við kannski tekið þetta hér og y sinnum y, það í öðru, en það alltaf vera mínus 1, þannig hér fáum við mínus b í öðru. Og hvað stendur við y, hvað sperrist upp í loft? Það y sinnum 2ab. Og það svolítið skemmtilegt því að við deilum nú til dæmis í þessa tölu hér með bara lengd, segjum bara lengd þessa vigus hér, a plus ib, þá verður hún að vera allavega stærðans, verður a í öðru plus b í öðru. Svo deilum við hérna með a í öðru plus b í öðru, og náttúrulega báða liði a í öðru plus b í öðru. Svo getum við tekið kannski a í öðru út fyrir sviga báðum megin, báðum liðum. Þá fáum við 1 mínus b á móti a í öðru, deilt með 1 plus b á móti a í öðru. Og svo plus y sinnum 2 á móti
eða b á móti a og hérna 1 plus b á móti a í öðru. Svo getur við þægilegt að hafa bara eitt tákn fyrir þetta b á móti a og þá fáum við 1 minus t í öðru á móti 1 plus t í öðru plus i sinni 2t deilt með 1 plus t í öðru. Þannig að þetta ekkert erfitt, þetta bara regla. Þetta bara stikun þarleysa til dæmis. Þannig að með tvinntölunum fáum við síðan næst bara aðra leið til dæmis til að stika hringinn eða gera hvað sem Og það ákveðlega þægilega því þeir snúast þegar maður margfaldar það saman. Og þannig að þetta hér svo lítil endurtekning á því sem það verið að gera. Þetta bara að framkvæma fara í gegnum þetta. Það eina sem við ætlum að gera núna í þessum fyrirlestri aðeins að ræða kósinus og sínus og segja þetta svo gott. Því að kósinus og sínus einhvern veginn allavega í fyrsta skilningi ekki föll. Segjum að þessi hérna þeta til með 2 og hérna þeta. Það segjum við að þessi hérna velindi kós þeta og þessi hérna velindi sín þeta, þessi hæð. Svo þegar látum þetu vaksa, þá eltum við þennan punkt. Þetta bara vex úr hólu fram. En það sem að fallahugtaki gerir segir settu nú mælingun á þetu eitthvað sagði. Settu láréttan ás. Til lagi. Við setjum þetu hingað og í staðan fyrir að hún vaxi einhvern veginn, þannig við sjáum það ekki beint, þá skráum við bara mælinguna. Við getum sett til dæmis þeta hér 0. Og svo til dæmis ef við eltum byrjum á sínusnum. Ef við eltum þessa hæð, þá sjáum við þegar þeta 0, þá fáum við, bara að skrá þessa hæð hér, þá fáum við 0,0. Svo ef að hornið orðið til dæmis, 30 gráður, svona einhvern veginn, þá fáum við einhverja tölu, sem við vitum eða vitum ekki hvað Og við vitum kannski að það rótina 3 deilt með 2, en það ekki aðalatriði hér. Nema þegar við erum komin hingað í 90 gráður. Þá það mesta sem ég getur fengið út úr þessari hliðarlengd þríhyrningsins. Það 1. Og svo höldum við áfram og svo sjáum við að eftir 90 gráður þá fer við erum að mæla sínusinn, ofanvarpi hér á áreitásinn. Þá fer þessi mæling hér að minnka og alveg þangað til að koma 180 gráður. Þannig að þegar við breytum þessu í fall, þá fáum við sínusbylgjum. Og líka ef við gerum nákvæmlega sama og mælum kósinusinn fyrir þeta jafnt 0, þá við að mæla þessa vegalengd, alltaf láréttu vegalengdina, þá fáum við 1. Þetta kannski 1. Svo sjáum við þegar hornið vex hér upp í 90 gráður, þá styttist þessi spotti hér í 0, þannig að við fáum eitthvað annað. Þetta það sem við þurfum að skrá. Svo komið hérna niður í -1. Þessi vegalengd hér -1. Þegar þetta 180 gráður komin í vesturmáttin. Og svo höldum við áfram. Og þá sjáum við að ef við tökum einhverja lóðréttan feril, láréttan línu ætlaði að segja, og skerum til dæmis hérna á topppunkti kósinus og spyrjum, til lagi ef að upsilon 1, það er að segja
ef ég setja það inn í formúlu fyrir kósinus, já, ég verð þá víst að hafa f af x. Nú er ég að skipta út þetu fyrir x bara, því að þetta er x ásinn. Hversu oft fæ ég 1? Þá sjáum við x getur haft mörg gildi. Við fáum að kósinusin er 1 þegar x er 0. Og við fáum, já, nú er hann gráður, kannski breytum við í bólengdareiningar eða radjana næst. En svo fáum við aftur, hvenær fáum við aftur? Hérna fáum við 1, og snýst þessi. Hérna fáum við -1. Við þurfum að fara heila hring. Þannig að við fáum aftur 1 þegar við fáum hér 180 gráður. Og svo náttúrulega gengur þetta svona fyrir sig að við túlkum þessa hérna, einhvern veginn náttúrulegu hreyfingu, núna sem fall. Þá verðum við óháða breytuna á láréttan ás. Það er þess vegna sem að við fáum þessa ferla sem að Apollonius og félagar höfðu aldrei séð og þekkt ekki. Þess vegna segjum við að sínus og kósinus séu föll. Það er svona þeirri náttúrulegi staður til þess að velta þessu fyrir sér. Að þetta kallaði síðan á hugmyndir eins og lotu. Ef f af x er kósinus, þá förum við nákvæmlega sömu hæð. Ef við dæmis við, já, nú verðum við að nota bólengdareiningarnar. Við erum gott við búið með arkatangasverkefni. Við vitum alveg hvað 2π er. Og líka við margfalda það með einhverju heiltölu. Þannig að kósinus með ótakmarka formingi er til dæmis ekki það sem við segjum andhverfanlegt fall. Andhverfanlegt því að það kom bara ein útkoma, ein og aðeins ein. Auðvitað er þetta að finna fullt af x-um sem að gefa ein. Andhverfanlegt því að bara komi ein og aðeins ein. Það er kannski svolítið vondna. En þið ætlið að nota þetta sem við vitum lotu falla, þess að teikna myndir. Hver er lotan hér, hver er lotan hér og hver er lotan hér. Og svo stingi ég hérna upp á að við veltum þessu aðeins fyrir okkur og ef þetta gengur illa þá náttúrulega bara ræðum við það. Hvernig finnum að minnstu og lotu falla sem er að teikna inn. Eða sameiginlega lotu, í hvaða punktum hittast alla loturnar. Það eru 1, 2, 3 föll, það hittast hér aftur. Það er svona sameiginleg lota. Og hvað er þetta langt? Þess að mæla lotu falls, þá fer maður til dæmis frá, já, toppunkti til toppunkts. Mæli lotu á milli toppunkta eða botpunkta eða í einhverju ákveðinni hæð. Svona, þá ætlum ég að segja þetta gott. Hvað segið þið? Er einhverjar spurningar þetta? Það var svona frekar ófálmett spjall, en þetta eiginlega bara svona verkefni sem maður þarf að framkvæma. Allt í lagi, þá hérna segjum við þetta gott. Jó, ég væntanlega komin á Teams, hinn fundinn, svona.